Hugsar oft mömmu þína? Já, mjög. Mér dreymdi hana í nótt einmitt, sko, eða í fyrranótt, sko, og mér líður vel eftir það allavega, sko. Það svona, mér líður svolítið eins og hún sé að segja mér eitthvað þegar ég dreymir hana, sko. Ég held hún sé að segja, hún sé bara með mér, eða til staðar, sko. Löngu áður en María eignaðist Ottó Bjarka vakti hún mikla athygli þegar hún benti á að ófrjósemisaðgerðir væru gerðar á fólki með þroskafrávik. Möguleiki þeirra til að eignast börn væri tekin frá þeim, jafnvel að þeim forspurðum. Konur með frávik væru neyddar í fóstureyðingar og þegar fólk með þroskafrávik gengist undir aðrar aðgerðir, eins og til dæmis botnlangaskurð, væru ófrjósemisaðgerðirnar gerðar í leiðinni. Þær væru stundum gerðar á mjög ungu fólki, jafnvel löngu áður en ljóst væri hversu aftrandi fötlun þess og þroskafrávik yrði í framtíðinni. Hvað heldur hún myndi segja núna ef hún væri hérna? Heldur hún ekki stolt af eitthvað? Jú, myndi örugglega segja bara haltu áfram að lifa lífinu og hefðu góða framtíð og farðu bara varlega, sko, myndi örugglega segja, sko. Ottó Bjarki segir að síðasta vor hafi verið honum erfitt. Sko, það var voða erfiður tími þá, sko, allavega, því að mamma féll frá, sko, þarna 7. maí, sko, og þá var vika í lokaprófin, sko, og ég man, sko, að hún vildi alltaf að ég myndi klára stundin, þannig ég fókusaði bara á það, sko, og kláraði það allavega, sko, og það gekk allavega eftir, sko.